Þetta er verkefni 4 í Excel, síða 6, dæmi. Ég ætla að byrja á að reikna hér út úr dæmi 1 þó það sé sýnt í bókinni. Það er spurt hvað eru 8,5 kíló mörg prósent af 34 kílóum. Byrjum á að setja jafnaðarmerkið og setja hvað er 8,5 kíló, deilingamerkið, hátt hlutfall af 34 kílóum. Næsta dæmi, Anton selur vélhjól fyrir 1,7 milljónir, sölulaun hans eru 15%, hve há upphæð er það? Þá byrjaði á að skrifa jafnaðarmerkið og margfalda saman tölurnar. Kristrún kaupir kjól á útsölu, verð án afsláttar er 20.000, afslátturinn er 25%, hve há upphæð er það? Það er sama aðferð og í dæmi 2, skrifið jafnaðarmerkið og margfaldið saman tölurnar. Og hér er sama aðferð og í dæmi 1, byrjaði á að skrifa jafnaðarmerkið, hvað eru 150 kílómetrar, hátt hlutfall af 750 kílómetrum, það eru 20%, þannig ef þeir eru að keyra 750 kílómetra og eru búin að keyra 150 kílómetra, þá eru búin að keyra 20% af leiðinni. Helgi fær 500.000 krónur í laun, hann leggur 15% af þeim inn á banka, hve há upphæð er það? Og margfaldiði saman, og það er sama aðferð hér, sama sem, og það skiptir ekki máli hvort þið margfaldið 12 sinnum 350.000 eða 350.000 sinnum 12, er sama aðferðin. Síðan er sagt, hvað eru 125.000 mörg prósent af 735? Þá byrjiði alltaf á að taka töluna sem spurt er hvað eru. Deilt með 28,74%. Guðni fær 520.000 krónur í mánaðarlaun, hann borgar 32% í húsaleigu, hann margfaldiði saman þessar tölur til að finna út hvað þarf að borga í húsaleigu og ég vista.